Af hverju ætlar þú að segja nei við áframhaldandi aðildarviðræðum við ESB? Já, það nú eiginlega sjálfgert fyrir mig að segja nei við ESB. Ég satt nefnilega í ríkisstjórn sem sótti aðild að Evrópusambandinu árið 2009 og því reynslunni ríkari. Þetta ferli reyndist miklu þyngra og erfiðara en nokkurn mann hafði órað fyrir, bæði vegna þess að ferlið var meira krefjandi, það krafðist aðlögunar að regluverki ESB og viðræðurnar snerust fyrst og fremst tímasetningu á þessari aðlögun. Allt tal frávik frá grundvallarreglum út í loftið að mínum dómi vegna þess að það Evrópusáttmálinn, Maastricht hérna á sínum tíma, Lissabon á öðrum tíma, það hann sem grundvöllurinn og sem ræður og samkvæmt honum dæmt af hálfu Evrópudómstólsins. Nú, hin ástæðan fyrir því að þetta reyndist okkur erfitt var svo að við vorum sundruð. Ekki bara ríkisstjórn, heldur var þjóðin líka sundruð og það ekki síður svo nú. Og mín skoðun svo að engin þjóð eigi að sækja aðild að Evrópusambandinu nema hún vilji þangað inn. Hún á ekki að gera það á naumum meirihluta og í óeiningu. Nú, síðan margt sem að mælir gegn því að við göngum í Evrópusambandi. Það eru margir sem að telja að að því mér finnst glæfralegum líkindareikningum sóst eftir einhverjum tímabundnum ávinningi og þá eru menn tilbúnir að fórna stöðu Íslands, stjórnskipulegri stöðu Íslands og stöðu okkar á alþjóðavettvangi fyrir eitthvað sem ekki í hendi. Og hvers vegna ættum við að afsala okkur yfirráðum yfir auðlindum okkar, yfir sjávarauðlindinni, yfirráðum yfir landbúnaðinum, réttinum til að gera tvíhliða viðskiptasamninga við aðrar þjóðir, stólnum sem við höfum á alþjóðavettvangi, til dæmis hjá alþjóðaviðskiptastofnuninni, þar höfum við stól. Evrópusambandi hefur 1 stól fyrir 27 ríkin. Allt þetta var í farið. Nú, síðan hitt að margir telja að með aðild að Evrópusambandinu þá tæki engin neitt frá okkur. Við höldum öllu okkar. En því til að svara að tækið til að ná eignum þjóðar með óbeinum hætti og það heitir markaðsvæðing. Þú tekur allt samfélagið, sundrar því og markaðsvæðir það. Eftir það má þjóðerni ekki ráða og þá greið leið með allar eignir inn í kauphallinnar. Ef þú ert búin að einkavæða raforkuna, vatnsveiturnar, að sjálfsögðu sjávarauðlindina, þá þetta komið þangað inn. Og ef menn halda að við sleppum við auðvaldið, íslensku auðvaldið, með því að fara inn í Evrópusambandið, þá segi ég, það að fara úr öskunni í eldin. Og við þetta bæti síðan núna að Evrópusambandið að hervæðast. Það ætlar að láta 100 milljarða í vígtól. Þetta ekkert launungamál og það heldur ekkert launungamál hvar ég að taka þessa peninga. Það talað það opinskátt að ríkin verði að skerða velferðarþjónustu, skerða aðra útgjaldaliði til þess að láta peninga ganga til hergagna iðnaðarins. Og að lokum vil ég segja þetta, að Íslendingar sitja á miðjum Atlantshafshryggnum. Nú þegar að úfar rísa beggja vegna þessar hryggjar, þá eigum við að hugsa okkar stöðu alveg upp á nýtt sem friðflytjendur. Það skortur á þeim í heiminum í dag og það verðugt verkefni fyrir Ísland að verða friðflytjandi. Þess vegna segi ég nei við ESB.